uppgjörsfund annars fjórðungs sínar. Þetta uppgjör náttúrulega mjög svona litað af þessum samruna sem í gangi og kostnaðurinn mjög hár í því sem að lita niðurstöðuna. Við erum hins vegar bara mjög bjartsýn á samrunan. Þetta var að mörgu leyti fjórðungur sem að við tókum samþættingu með stórum hvelli og það var mjög mikið gert í þessu. Þetta auðvitað eignakaup. Þannig við höfum ekki þann lúxus að gera þetta eitthvað hægt og það má segja allavega frá mér séð þá var svona áhættustig samrunans tekið mjög mikið niður, færðum alla farsíma viðskiptavini yfir á okkar kerfi og komum svona kerfislegri högun á þann stað að ná þessari samleið sem að stefnt. Þannig að við erum mjög ánægð með það og horfur félagsins endurspeglar í rauninni þann viðsnúning sem við sjáum á þriðja og fjórða fjórðungi þegar við sjáum samleiðina fara að detta inn og auk þess sem þriðji og fjórði fjórðungur eru nú sterkari svona tekjufjórðungar en fyrstu og annar. Þannig að við erum bara bjartsýn á framhaldið en og teljum að mikilvægum verkefnum sé lokið. En ég ætla að gefa Hrönn boltann núna og svo komum við saman og svörum spurningum og svo eitthvað smá hvað annað sem í gangi í restina. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að renna yfir helstu tölur úr uppgjörinu á öðrum fjórðungi og eins og þið sjáu hérna þá eru tekjurnar 5.444 milljónir og eru að aukast 61% á milli ára. EBITDA 718 milljónir og eru 13,2% EBITDA hlutfall og það var taparekstrinum 4 milljónir króna með 102% lækkun þá milli ára og eiginfjárhlutfallið 38,4% í lok tímabilsins. Og eins og Stefán nefndi þá náttúrulega uppgjörið mjög litað af því að þetta nýtt félag og samanburðartölur, það erfitt að bera saman á milli tímabila, við sama tímabili fyrra. Þannig að þannig það svona maður kannski aðeins að horfa á það með þeim augum. Nú seldavörur og þjónustu eins og ég nefndi áðan voru 5.444 og ég með tekjusplitt á glæru eftir. Kostnaður seldra vara 3.364 milljónir og það er aukning 80%. Það náttúrulega eru nýju póstar sem koma inn og sjá frá ekki tæpir 1,5 milljarðar sem eru til dæmis dagskrárgerðarbyrðirnar og það eru laun, laun í framleiðslu og svo vorum við náttúrulega að reka kerfi okkar og svo kerfi nýrra starfsemi sem náttúrulega partur af því að ná inn samleið á. En það svona eiginlega fullu að mestu leyti að fullu á þessum fjórðungi. Eitthvað samleið samt komin inn. Nú framleiðir 2.080 milljónir og framleiðir hlutfalli þá 38,2% og 44,9% á sama tímabili fyrra. Og rekstrarkostnaður 1.886 milljón króna, jókst 741 milljón og eins og Stefán sagði áðan það var töluverður kostnaður og kemur fram í fréttatilkynningu okkar að það var eitthvað af kostnaði sem við vorum búin að vanmeta að kæmi inn. Það eru svona svona overlap, við erum raun og veru að byrja að stansetja og undirbúa flutninga í nýtt húsnæði og alls konar vinna því tengt en erum á sama tíma að leigja annað húsnæði. Við erum að reka kerfi sem við erum að fasa út og á sama tíma með önnur kerfi. Þannig að þetta svona kostnað sem við erum að sjá að komi raun og veru dálítið tvöfaldur inn hjá okkur eða kannski svona rúmlega allavega svona bilinu 1-2. Sem við erum að sjá kostnaðin svona koma inn alveg aukalega og við vorum ekki alveg búin að sjá þetta fyrir. En síðan náttúrulega annað líka, það eru kjarasamningshækkanir í maí og lífeyrissjóðsframlagið hækkaði líka og við höfum átt dálítið erfitt með að bregðast við þessu svona í miðjum samruna. Þannig það svona nokkrir þættir sem að valda því að við sjáum að kostnaðurinn var hærri heldur en við vorum að gera ráð fyrir. Nú EBITDA 718 milljónir og var 13,2%. Sama tímabili fyrra var 761 milljón og 22,5%. Innskiptisliðir í þessum fjórðungi eru 30 milljónir, þannig það hefði EBITDA verið 748 milljónir. Nú EBIT 194 og síðan eru hrein fjármagnsgjöld 198 milljónir og eru að aukast 120 milljónir til samanburði sama tímabili fyrra og það náttúrulega bara félag með hærri skuldsetningu eftir kaupin á nýju einingunni. Og það var tap af rekstrinum á öðrum fjórðungi upp á 4 milljónir. Nú við sjáum tekjustraumana og heilt séð þá eru tekjurnar að ganga eftir miðað við það sem við vorum að horfa á og okkar spár
gengi út á. Aftur á móti fundum við alveg fyrir því að í auglýsingatekjunum varðandi HM að það skiluðu sér ekki allar auglýsingatekjur sem við höfum áætlað þar og líka hefur Roam Like Home aðeins haft áhrif á okkur og við erum að meta þetta svona bilið 50 til 70 milljónir sem áhrifin sem við hefðum viljað sjá hærri tekjur koma inn út af þessum tveimur liðum. Nú í sjóðstreymisyfirlitinu kannski helst að geta handbært fé frá rekstri 365 milljónir og 148 milljónir lægri en í fyrra og þetta svona helgast að mestu leyti að greiddum vöxtum þar sem við erum skuldsettari. Nú fjárfestingarhreyfingarnar það 854 milljónir, voru 536 í fyrra. Hækkunin stafar af þessum samrunarverkefnum sem við erum að fara í gegnum. Við erum að meta þetta svona cirka rúmlega helming af tölunni sem tengist algjörlega samrunanum. Nú fjármögnunarhreyfingar 564 milljónir og eru á móti 75 í fyrra. Þarna erum við að draga á rekstrarlánalínuna okkar til þess að mæta svona tímabundnum útflæði hjá okkur í tengslum aðila við fjárfestingarnar. Nú breytingar handbæru fé 76 milljónir, var 52 milljónir fyrra og handbært fé var í upphæðu 241 miljón sem gerir okkur í lok tímabilsins með 317 milljónir í handbært fé. Frjálst fjárflæði var mínus 320 milljónir. Nú síðan á 6 mánuðunum þá séu tekjurnar í 10 milljarðar 748 milljónir og 65% aukning og EBITDAn 1.436 milljónir og þá leiðrétt fyrir einskiptisliðum 1581. Þannig að einskiptisliðirnir fyrir fyrsta árshelmingin eru 145 milljónir. Hagnaður 52 milljónir eða 88% lækkun frá fyrra ári en ef við aðlögum það með einskiptisliðir þá eru 168 milljónir og eiginfjárhlutfall eins og ég sagði 38,4. Og það nú svona sömu skýringar þarna eins og við annan fjórðung varðandi helstu frávik. Það eru náttúrulega þessu í kostnaðarverðinu, þetta eru dagskrárabirgðirnar, þetta eru laun í framleiðslu og þetta er reksturkerfi nets og í rekstrarkostnaðinum þetta náttúrulega stærsti hluturinn er launakostnaður sem býr til frávikuna. Sjálfsögðu allir svona aðrir rekstrarlið bara eins og að við erum með fleiri húsnæði og skrifstofakostnaður og leyfisgjöld og fleira. Þannig þetta er erfitt að tína þetta til í svona samanburði þar sem þetta er svo ólíkt á milli ára. En hagnaður tímabilsins ég sagði áðan, ég ætla svo ekkert að labba í gegnum alla töfluna, búin að fara aðeins í gegnum hana, en það er 52 milljónir og EBITDA 1436. Nú hérna sjáum við þá leiðrétt fyrir einskiptisliðum 1581 og ef við berum þetta saman við árið í fyrra og leiðréttum líka þar þá var það 1518 milljónir eða 4% upp á milli tímabilana. Og hagnaður 168 en var 470 fyrir það kannski telur dálítið mikið inn fjármagnsgjöldin líka. Og það þá tekjustraumarnir á 6 mánuðunum og þarna sjáum við bara fjölmiðlun alltaf vegur langþyngst í breytingu á félaginu 3.375 milljónir sem aukningin fór í 4.428 milljónir og svo í internetinu 2.390 á móti 853 milljónum í fyrra. Þetta svona stærstu breytingarnar hjá okkur á milli ára og ef við kíkjum bara á EBITDA eftir ársfjórðungum og þá sjáum við afkoman annars 718 og eru fyrstu og öðrum ársfjórðungi sama EBITDAn en síðan við aðlögum fyrir einskiptiskostnað þá EBITDAn á fyrsta fjórðungi 833 og 748 á öðrum fjórðungi. Nú á efnahagsreikningnum þá sjáum við rekstrarfjármunir og óefnislega að hækka frá áramótum og þetta náttúrulega helgast að þessum fjárfestingu sem ég nefndi áðan, þar sem stór hluti vegna samrunaverkefna. Við höfum líka verið í útskiptiverkefni á Samsung myndlykli, þannig það að vega og svo sjálfsögðu húsnæði við erum að tókum standsettum fyrir útvarpinu og þau eru útvarpinu flutt í hús og eru byrjuð að standsetja bæði bakhús í Ármúla 9 og erum hafa líka vinna í S10 eða Suðurlandsbraut 10 og erum að taka 1,5 hæð þar. Þannig það nóg að gera í kringum húsnæðismál og stór hluti af starfsmanna komin í hús en samt ekki allir en það verður núna næstum mánuðum hjá okkur. Nú aðri veltufjármunir, aukningarnir upp 832 milljónir, þið sjáið skýringu í árshlutareikningnum á birgðir og það stór hluti efnisbirgðir og birgðir sem tengjast á raunveru aukningu út af myndlyklunum sem þá liggur á lager og síðan fer síðan þegar fyrir út að færa þetta í eggfærslu hjá okkur.
En öðru leyti þetta bara svona mjög hefðbundið sem sveiflast, fyrirframgreiddur kostnaður og eitthvað í viðskiptakröfum en ekkert eitthvað svona sem kannski stórt þar en þetta helgast aðalega af breytingu í byrðum. Eignir samtals voru 26.565 og vorum áramótin 25.376 milljónir. Og síðan skuldamegin, eigi fé 10.204 milljónir og að hækka 73 milljónir frá áramótum. Vaxtabærandi skuldir, þær hafa aukist og það helgast aðalega rekstrarlánalínu sem við verðum að draga á. Aðra skammtímaskuldir 4.252 milljónir að aukast 550 milljónir, þetta liggur aðalega í viðskiptaskuldum hjá okkur. Eigið fé þá, eins og að segja, eigið fé og skuldir 26.565 og vaxtabærandi skuldir 11.900 og hreina vaxtabærandi skuldir eru 11,6 og eiginfjárhlutfall okkar 38,4%. Og sjá helstu lykilmælikvarða í efnahagnum og eiginfjárhlutfallið sem við tala áðan 38,4 og 11,6 vaxtabærandi skuldir hreinar. Veltufjárhlutfallið okkar 1,2 og net debt to EBITDA í trailingu eru 7 mánuðir að nýju starfsemin undir þar í trailing 12 mánuðum, 5 af eldri starfseminni, þannig að þetta er tiltölulega svona aðeins breyting á þessu hlutfalli sem ætti þá að fara niður þegar líður árið og áramótin. Þeir eru búin að vera með undirliggjandi 12 mánuði að nýju starfseminni í EBITDA. Síðan það sjóðstreymis yfirliti fyrir 6 mánuðina, það handbært fé frá rekstri 779 milljónir og fjárfestingarhreyfingar 1.371 og eins og ég sagði áðan, það mikil aukning frá því fyrra en það helgast að þessum 3 þáttum sem ég taldi upp áðan sem eru þá samrunaverkefnin og húsnæðismál og svo Samsung lyklarnir og svo hefur við líka verið að fjárfesta töluvert mikið í farsímakerfinu hjá okkur við að vera að uppfæra það. Fjármögnunarhreyfingar 592 milljónir á móti 116 í fyrra og þannig breytinga handbæri fé nánast engin þarna á milli og gengismunur einn líka og handbært fé í upphafi þá 317 og lok tímabils aftur 317, þannig það engin breyting þarna frá áramótum í handbæri fé og frjálst fjárflæði mínus 248 milljónir. Varðandi útgefnar horfur þá höfum við gefið út á markað, við ætlum að verða á bilinu 4 til 4,4. Við höfum verið að tala um á reglulegri starfsemi sem þýðir það að þá sem sagt fyrir utan einskiptisliðina og við erum að horfa á það að vera í neðri mörkunum á 4 milljörðum svo að sjálfsögðu þarf náttúrulega að taka til einskiptisliða þegar verið að skoða þessa fjárhæð og varðandi fjárfestingahlutfallið við verðum pottþétt í kringum 10% í efri hlutfallinu í ljósi þess hvað við erum þungi fjárfestingum bara nú þegar það sem af árinu. Þannig þetta svona helst horfur en Stefán, vilt þú ekki kannski koma inn og ræða þær líka? Jó, það svona kannski eitt sem að við höfum ekki komið almennilega inn á, það að við teljum til 30 milljónir krónar einskiptisliði í fjórðungnum en kostnaðarstig fyrirtækisins að auki tímabundið mjög hátt út af þessum samrunaverkefnum og við stjórnendur erum að meta það alveg upp á svona 100 milljónir þannig að þó við segjum 30 milljónir í einskiptisliði þá getur maður alveg bætt við 100 milljónum þar. Ég get bara tekið eitt dæmi, á fjórðungnum yfirvinna yfir spá 50 þannig að bara helmingurinn af þeirri tölu bara 50 milljónir í yfirvinnu í tengslu við alls konar verkefni og kúfin sem við vorum að fara í gegnum. Og svo týnist þetta til í tvöföldum kerfum, tvöföldu húsnæði og svo framvegis og þetta ekki inn í einskiptisliðum. Þannig að eins og ég horfi á þetta þá finnst mér við eðlilegar aðstæður þá gæti félagið hafa verið að skila 850 til 900 á þessum fjórðungi en þetta sem sagt dregið niður vegna þessara einskiptisliða kostnaðar og svo fór Hrönni í kannski það náttúrulega alltaf þegar maður með marga vörur þá gengur ekki allt upp en það var við erum að bera okkur saman við síðasta Rome Like Home fjórðunginn og síðan erum við með HM sem alveg eins og EM fyrir 2 árum hafði tímabundin áhrif á auglýsingamarkaðinn. En náttúrulega það sem horfurnar segja að við erum að gera ráð fyrir viðsnúningi í EBITDA á 3. og 4. og það bara og kröftugum viðsnúningi.
Þannig að, og við teljum okkur hafa búið í haginn fyrir þennan kröftuga viðsnúning einmitt á þessum fjórðungi með því að nýta okkar fjarskiptakerfi og þetta ekki að koma að neinu ráði. Við erum komin, það byrjað að tikka einhver lægri kostnaður í júní hjá okkur en auðvitað kemur ekki sterkt inn á fjórðunginn en kemur þá inn á heilan fjórðung núna næst og svo förum við að skala niður kostnaðarstigið í fyrirtækinu bara með því að vera búin með þessi stóru verkefni og koma okkur á rétta braut. Þannig eins og ég sé að þá sé ég kostnaðar, ég sé ekki stór vandamál í tekinum sem mjög jákvætt vegna þess að það eiginlega mörguleyti erfiðara að vinna með það ef að við höfum mist mjög mikið af kunnum eða tekjur hefði vantað út af einhverjum sökum. En nú bara verkefnið hjá fyrirtækinu búið að sameina þetta, það að vinna í kostnaðinum og ég allavega, mér finnst við hafa sýnt það áður að við getum alveg unnið í kostnaði og ég tel bara mikil tækifæri til að koma fyrirtækinu á rétta braut í því og ná þessum markmiðum samrunans og þess vegna erum við að halda okkur algjörlega við þessar horfur sem upp og mér finnst þetta bara verkefnið bara í gangi og við ætlum bara að líka sem ekki skiptir síðumáli 2019 og 20 horfurnar auðvitað. Það þetta nýja félag með öllum þegar við erum búin að koma þessu öllu á réttan stað. En einhverjar spurningar með fjármálahlutann? Ok, ef ekki, þá þakka ég Hrönn fyrir. En ég ætlaði bara í önnur mál, þá förum við aðeins yfir þessa hluti sem við erum búin að vera að gera. Við erum auðvitað búin að vera að taka yfir einingu 365 sem var í fjarskiptum og fjarskiptastarfsemi og dreifði efni og svo framvegis og var ekki með það inn í fyrirtækinu heldur keypti þá þjónustu. Það sem við erum búin að vera að gera núna á fyrirpart ársins að segja upp þessum samningum og taka það yfir og nýta okkar eigin kerfi. Og þetta sjáið það á sviði farsíma, það á sviði útlandaumferðar, það á sviði breyting högun á fastlínu. Síðan erum við búin að sameina þjónustuverð, söluverð, tækniborð, vettvangsþjónustu og bakvinnslu. Þetta byrjað að skila sér í fækkun starfsmanna. Við höfum sagt að við ætlum að fækka starfsmönnum einkum með starfsmannaveltu og þetta alveg byrjað að skila sér en á meðan maður að reka tvö kerfi þá verður maður að hafa tvö setta starfsmönnum sem kunna á bæði kerfinu og svo framvegis. Þannig að þetta bara líka mjög jákvæður þáttur. Það þetta og það mörguleyti, ég var nú að segja einhverju það áðan, þessi samruni, þetta auðvitað eignakaup og munurinn á eignakaupum og hefðu við keypt kennitölu, hefðu við keypt kennitölu þá hefðu við eflaust geta bara, ég hefði getað orðið stjórnarformaður kennitölunar og síðan hefðu bara rekið hana og hægt og rólega verið að sameina og samþætta. En þetta eignakaup sem þýðir það að samþættingin gerist með stórum hvelli og ókosturinn við það að þú getur lent í því eins og við sjáum núna að kostnaðurinn fer upp 1/4 og svo framvegis en kosturinn auðvitað að þú samþættir miklu hraðar. Þú verður að samþætta miklu hraðar, þú verður að grípa alla bolta og koma öll á rétta staði mjög hratt. Þannig að það svona kostur og gallar við þetta en mér finnst að mjög mikilvægir áfangar í þessu sem við ætlum að gera voru kláraðir og án stóra áfalla sem við erum gríðarlega ánægð með. Svo þetta bara listi og ég meina við erum búin að lækka verðin líka, það ekki síður mikilvægt að tala við gerðum það fyrir sumarið og nú erum við til dæmis að fara í loftið með aðgang að enska boltanum 30% ódýrara heldur en var áður og við erum með stöð 2 líka ódýrara og svo framvegis og þetta bara til að auka samkeppnishæfni vörunar og við bindum bara miklar vonir við það að geta unnið í fjöldanum sjónvarpsmegin og bara í heild fyrir fyrirtækið og þannig að það var líka mikilvægur þáttur og svo við erum búin að færa 70% af starfsmönnum. Þannig að við erum langt komin með þessi samrunaverkefni en þetta ekki allt búið en mér finnst
við komum allavega úr sumarfríi þannig að núna kannski sko stóra átakið búið og við getum meira farið í svona svona rekstur eins og venjulega. Við getum, þó að við verðum með stærri verkefni, þá getum við farið að stýra fyrirtækinu í það að vera bara í svona venjulegum rekstri en ekki stóru átaksverkefni sem svona eftir á að hyggja fyrsti helmingurinn klárlega. Við stöndum bara við þessar horfur hvernig samlegðin dettur inn og þið sjáið hún fer að detta hratt inn þarna frá þriðja fjórðungi. Þannig að ef þetta gengur eftir sem ég er sannfærður að við náum þessari samlegð, þá munum við vera að horfa á mjög mikinn búst inn í EBITDA hjá okkur og það þess vegna sem við erum að horfa á sterkan þriðja og fjórða. Og bara svona aðeins vegna þess að það alls konar spekulasjónir þegar þú kaupir fyrirtæki og ferð út í þessar miklu æfingar, þá alls konar spekulasjónir hvort þú tapir ekki öllum kúnnurum á leiðinu og svo framvegis. Þessi mynd náttúrulega bara til þess að sýna þetta sem sagt eftir 6 eða 7 mánuði í rauninni í rekstri og þið sjáið hversu mikið í rauninni viðskiptavinum var að fjölga í hverri vöru frá nóvember. Þannig að viðskiptavinirnir eru þetta ennþá enda eru tekjurnar eins og ég segi ekki eru bara á áætlun. Þarna þessar sjónvarpsvörur bara sterkari pakkar, sterkari verðpunktar og við allavega erum mjög bjartsýn að þessu muni vera vel tekið og við erum alveg að sjá það í okkar sölutölum núna í ágúst sem nú er svolítið sísonið að byrja að þessi vel tekið og við erum að sjá góða byrjun á þessu. Og við erum auðvitað líka komið með okkar heimilispakka eins og fleiri á markaðnum og þarna getur þá fólk fengið hagstæðan pakka ef það að taka bæði sjónvarpsefnið og fjarskiptin saman og þetta byrjað að seljast vel líka. Svo auðvitað það gríðarlega sterkt haust framundan. Ég meina við erum með þjóðadeildina og Evrópukeppnina 2020 og núna eru að byrja leikir sem verða þá á Stöð 2 Sport Ísland-Sviss núna í byrjun mánaðar sem verður bara sterkt fyrir þá vöru. Við vorum líka að bæta við okkur ítalska boltanum þannig að sú vara heldur bara áfram að styrkjast. Og en síðan erum við þessi bakhjarl einn af bakhjarlum KSÍ og það var skemmtilegt núna að við vorum að taka þátt í að fylla völlinn við hliðina á okkur fyrir stelpurnar í fyrsta skipti sem var frábært verkefni og við vorum mjög bara stolt af því að hafa tekið þátt í því og vona bara að við sjáumst öll á vellinum. En ég ætla að bjóða ykkur aftur, einhverjar spurningar sem hafa vaknað eftir þetta erindi? Ef ekki þá þakka ég ykkur kærlega fyrir. Hlakka til að sjá ykkur næst allavega. Takk.